You're on. Oh, yeah. Jæja, gott fólk. Þið sem ætlið að vera áfram, gjöru svo vel að fá ykkur sæti. Those of you who are still here, you've stayed for the best part. Þið ykkar sem eru hérna enn, þið fáið besta bitan. This is the first time I do a presentation on this topic. Þetta fyrsta sinn sem að ég flyt erindi þetta efni. And it's always nice when I've prepared something to present it for the first time. Það alltaf gaman þegar maður flytur eitthvað í fyrsta sinn. So, and I hope it will be meaningful. Svo ég vona að þetta gefi ykkur, eða hafi einhverja þýðingu. What I want us to do is to do some reflection on forgiveness. Já, við ætlum aðeins að fjalla fyrirgefningu. And I think this is very relevant for what we talked about in the other presentation. Og ég held að þetta sé mjög viðeigandi í ljósi þess sem við töluðum á í fyrri fyrirlestri. Because in relationships it's unavoidable to come into the situations where we need forgiveness. Því að í samböndum þá útilokað að lenda ekki í þeim aðstæðum þar sem að þarf á fyrirgefningu að halda. And when I was preparing this, I came across a book that was titled Forgiveness Made Easy. Og þegar ég var að undirbúa mig þá rakst ég á bók sem heitir Fyrirgefningin gerð auðveld. I do not promise you that forgiveness after this presentation will be easy. En ég get ekki lofað ykkur því að eftir þennan fyrirlestur verði fyrirgefningin eitt auðveld. I believe that forgiveness is challenging. Ég held að fyrirgefningin sé í eðli sínu áskorun. That it requires a lot of us. Að hún krefjist mjög mikils af okkur. And it goes to some extent against our nature. Og hún jafnvel fer gegn eðli okkar. So I did not buy that book Forgiveness Made Easy. Ég keypti ekki þessa bók Fyrirgefningin gerð auðveld. Don't believe in that perspective. Ég trúi ekki á það. We'd like to start with a Bible text from Paul. Mér langar til þess að byrja á ritningaversi frá Páli. Just read it all in English and then you can read it in Icelandic afterwards. Það ætlar að lesa þetta bara allt á ensku og svo lesi ég þetta á íslensku og eftir. It says, therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you have a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace and to be thankful. Your microphone is muted. It's muted. Not working properly. Is it on now? Yes. Já, og þetta Kólossubréfið, 3. kafli, 12. til og með 15. vers. Íklæðist því eins og Guðs útvaldir, heilagir og elskaðir, hjartans meðumgun, góðvild, auðmýkt, hógværð og langlyndi. Umberið hver annan og fyrirgefið hver öðrum, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og Drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. En íklæðist yfir allt þetta elskunni sem band algjörleikans. Látið frið Krists ríkja í hjörtum yðar, því að til friðar voru þér kallaðir sem limir á einum líkama. Verið þakklátir. So some of the key words: compassion, kindness, humility, gentleness, patience. Já, og það þessi lykil orð sem koma hérna fram. Það var, já, nú að sé
aðeins og fljótur að I think these verses, I think they sum up pretty much what we need when it comes to forgiveness, living in community that is positive. Ég held að það skipti mjög miklu máli að við lifum eftir þessu. Það er meðaumkun, góðvild, auðmýkt, hóvarð og langlindi. You were called to peace. Þið voru kölluð til friðar. And another of his texts from 1 Thessalonians. Og annað vers hérna úr fyrra Þessalónikubréfi. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. I think this part... Það er 15. versið í 5. kaflanum. Gætið þess að enginn gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávallt eftir hinu góða, bæði hver við annan og við alla aðra. To not pay back wrong with wrong. Enginn gjaldi neinum illt með illu. That, I think, goes against our nature. Ég held að það fari svolítið gegn eðli okkar. Our nature is to give back, pay back in the same way what we got. Ég held að það liggi í eðli okkar að gjalda líkum líkt. But this is where we are challenged again and again in the Bible to rise above this. En þarna er það sem Biblían hvetur okkur aftur og skorar á okkur að fara gegn því. To live according to a higher standard, higher values. Að lifa samkvæmt æðri reglu eða gildum. The golden rule that we call from that Jesus Gullna reglan sem höfð eftir Jesú. Do to others what you would have them do to you. Já, gerið öðrum það sem þér viljið aðrir menn gjöri yður. And sort of underlying here is sort of the assumption that we want people to treat us well, to be kind, to be compassionate, to be generous. Og undirliggjandi má lesa milli línana að við ætlumst eða við viljum að aðrir komi vel fram við okkur. And then that's what we should do to others. Og það er það sem við ættum að gera öðrum. So I would like to propose a silver rule. Svo mér langar til þess að leggja til silfruðu regluna. So I hope I'm not too much of a heretic now. Svo ég vona að ég sé ekki svona villutrúarmaður. It's could be to build on what Jesus said. Það má kannski byggja á því sem að Kristus sagði. Hope this is not too disrespectful. Ég vona að þetta sé ekki vanvirðing í þessu fólkin. Do to yourself what you want to do to others. Gerðu sjálfum þér það sem þú vilt gera öðrum. Do to yourself what you want to do to others. Gerðu sjálfum þér það sem þú vilt gera öðrum. This is a bit more psychological perspective. Þetta er svona aðeins sálfræðilegri vinkill. The thing is, I believe that if you want to be kind, if you want to be compassionate, understanding towards others, Ég held að ef þú vilt verða góður, umhyggjusamur, skilningsríkur, gagnvart öðrum, if we are not able to treat ourselves that way, ef við getum ekki komið fram við okkur sjálf með þeim hætti, then I think oftentimes will be very difficult to treat others positively. þá held ég að sé oft mjög erfitt að koma vel fram við aðra. I believe that often when we encounter people who are very harsh, who are very judgmental, Ég held að oft þegar við komumst í kynni við fólk sem er mjög beinskeytt og dómhart, what we do not see, but which is still there, það sem við sjáum ekki en er ennþá þar til staðar, is that these people are often very harsh and critical towards themselves also. er að þessir einstaklingar eru oft mjög beinskeyttir og gagnrýnir á sjálfa sig. There may not be any sort of indication that that's actually the case because they're always attacking outwards. En það kann að vera að við komum ekki auga á það vegna þess að þeir eru ofta ráðast á aðra út af við. But oftentimes, whether the person is aware of it or not,
there's often quite a bit of self-criticism, self-attacks in that they're not able to deal with, and because of that, they export it out on others. En það sem oft í gangi undirliggjandi að þeir eru með mikla sjálfsgagnrýni og sjálfsárásir og fyrir vikið þá brýst þetta út með þeim hætti til annara. So therefore I think this is a rule to be mindful of. Ég held þess vegna að þetta sé regla sem verður að hafa í huga. To allow ourselves to try to be compassionate, to be kind, to be forgiving towards our own faults and mistakes. Að við leyfum okkur sjálfum líka að vera skilningsrík og góð í garð okkar sjálfra og þeirra mistaka sem að við gerum eða okkur verður á. If we're able to do that, I think the chances are much better that we can have that attitude also towards others. Ég held að ef okkur tekst það að þá gengi okkur mun betur að hafa sama viðhorf í garð annara. Want to share with you an attempt at a definition of forgiveness. Ég langar til að deila með ykkur þessari skilgreiningu og fyrirgefningu. Robert Enright, who is a researcher who has worked quite a bit and done research on forgiveness. Robert Enright, hann hefur rannsakað mikið fyrirgefninguna. And he has defined forgiveness this way. Og hann hefur skilgreint fyrirgefningu með þessum hætti. Says forgiveness is a willingness to abandon one's right to resentment. Fyrirgefningin vilji til þess að leggja til hliðar rétt manns til fyrirlitningar eða andúðar, já. Negative judgment and indifferent behavior toward one who unjustly injured us. Neikvæða dóma eða neikvæð viðhorf og svona höfnunarkennda hegðun gagnvart þeim sem að hafa með órétti sært okkur. While fostering the underserved qualities of compassion, generosity, and even love toward him or her. Leið og við nærum hinnar óverðskulduðu eiginleika samkenndar rausnarsemi og jafnvel kærleika í garð hans eða hennar. I like this because I think it acknowledges that oftentimes when real forgiveness is needed, there is an element that we have unjustly been injured in some way or another. Og ég kann vel við þessa skilgreiningu vegna þess að þegar þörf á fyrirgefningu þá viðurkennist þetta að það hefur oft átt sér stað óréttmæt sárendi eða við höfum verið særð með óréttmætum hætti. And when that's happened, the natural thing for us is to demand justice. Og þegar það á sér stað þá það eðlilegast fyrir okkur að við krefjumst réttlætis. And justifiably we feel that we have a right to resentment, negative judgment and indifferent behavior. Og við teljum okkur kannski hafa rétt til þess að vera skeytingarlaus gagnvart þeim eða vera dómhörð eða já. So but what he says that forgiveness is the willingness to give up on that right. Og fyrirgefningun vilji til þess að leggja þennan rétt til hliðar. And instead foster, cultivate what the person has not deserved. Og í staðinn að næra þá eiginleika sem einstaklingurinn á ekki skilið. So compassion, generosity and love. Samkennd, rausnarsemi og kærleika. Mahatma Gandhi said this, the weak can never forgive, forgiveness is the attribute of the strong. Mahatma Gandhi, hann sagði, sá veiklundaði getur ekki fyrirgefið, fyrirgefningin eiginleiki hinna sterku. I think forgiveness is rising above what is natural. Og fyrirgefningin snýst að rísa ofar því sem eðlilegt eða okkur eðlislegt. It's not just going the extra mile, it's going to a completely different level. Þetta ekki bara það að fara auka mílu, þetta að fara á allt annað svið. And for that we need character, we need strength. Og þess vegna þurfum við styrkleika og sterka lindisengun.
question then is, what makes human forgiveness possible? Og spurningin sem vaknar hvað gerir mennska fyrirgefningu mögulega? And I think that's our focus. How can we be capable of forgiving? This is not a theological exposition about how God forgives. Og ég held að það sé spurningin að þetta hvernig getum við fyrirgefið, að þetta ekki bara þessi guðfræðilegi þáttur. But what is it that can help us to be more forgiving? Og hvað getur hjálpað okkur að vera meira fyrirgefandi? And I've read a book by an Adventist, Dr. Dick Tibbets. Og ég las þessa bók eftir adventista, Dr. Dick Tibbets. And especially I like that chapter that he said forgiveness is difficult, or it's difficult to forgive. Og ég kann sérstaklega vel við kaflan sem ber yfirskriftina fyrirgefningin erfið, eða það erfitt að fyrirgefa. And I want to share some of those what things that he said. Og mér langar að deila með ykkur því sem hann sagði. But he says here now that two key characteristics make forgiveness more likely to occur, and they are humility and empathy. Það eru tvö lykil einkenni sem að gera fyrirgefninguna líklegri til að eiga sér stað, og það auðmýkt og samkennd. So if we are going to be able to forgive, Ef að við ætlum að geta fyrirgefið, or if we are going to make it easier for us to forgive, ef það á að verða okkur auðveldar að fyrirgefa, if we can be more humble and more empathetic, ef við ætlum að verða auðmjúkari og hafa meiri samkennd, then our chances at being forgiving is probably greater. já, ef við höfum þessa eiginleika þá eru líkurnar á því að við getum fyrirgefið, þá eru þeir meiri. So the question then is, what is humility and what is empathy? Svo spurningin hvað auðmýkt og hvað samkennd? Tibbet says the English word for humility comes from the Latin humilitas. Og Tibbet segir að enska orðið humility, sem að þýðir auðmýkt, komi frá latneska orðinu humilitas, Says, which in turn is derived from humus, sem að leitt af orðinu humus, referring to dirt or soil. sem að vísar til jarðvegs eða moldar. And then I like what he says, dirt can be seen either as the lowest thing on earth or as that from which all life springs. Og það má líta á mold eða jarðveg sem það lægsta af öllum hlutum á jörðinni, eða það sem lífið sprettur upp af. And if we take this perspective on humility, Og ef við lítum á þessa eiginleika með varðandi auðmýkt, is humility something that we look down on? auðmýkt eitthvað sem við lítum niður á? Or do we see humility as something from which true life really can spring? Eða auðmýkt eitthvað sem svona hið raunverulega líf getur vaxið upp af? And I think this, what perspective you take depends on where you come from. Og ég held að þann skilning sem þú leggur í þetta, eða sá skilningur, hann tengist í hvaðan þú sjálfur kemur, eða hvaða bakgrunn þú hefur. In the secular world, humility is not always that much appreciated. Og ég held að almennt í hennum guðlausa heimi að þá auðmýkt ekki eitthvað sem mikils metið. But in a biblical perspective, humility is something that is desirable. En í biblíulegu samhengi þá auðmýktin eitthvað sem eftirsóknarvert. And from which all life springs. Og þaðan sprettur líf. Potentially. Mögulega. How do we want others to see us? Og aðeins að tala það, hvernig viljum við að aðrir sjá okkur? Question we can ask ourselves, must we always talk about our successes in order to be recognized as important? Ein spurning væri, þurfum við alltaf að tala þið enskumælandi fólk, nú datt orðið út mér. Afrek, þakka þér. Þurfum alltaf að tala afrek okkar til þess að vera viðurkennd eða vera mikilvæg. Or the other side of the coin, do we have to hide our failures for fear that they will diminish our personal significance? Og hin hliðin á peningnum þess að þurfum við alltaf að fela mistök okkar og ótta
vegna þess að það myndi draga úr persónulegu mikilvægi okkar. And then Tibbet says, for the humble person, the answer to both questions is a resounding no. Fyrir hina auðmjúku sál þá svarið við báðum spurningum alltaf nei. So this could sort of be a self-test on self-assessment on how humble am I. Og þetta geti verið svona ákveðið sjálfspróf í því hversu auðmjúk við erum. To what extent do I have to present my own successes to Að hvaða others? leyti þarf ég alltaf að draga fram afrekaskrána. Ég held að ég sé farin að detta orð út úr hausnum á. Or the other side, to what extent am I keen to hide my failures, my weaknesses? Og að hvaða marki hef ég tilhneigingu til þess að fela mistökin mín og galla. Tibbet says, well, the humble person doesn't need really to do any of these things. Og Tibbet segir að hinn auðmjúki, hann þarf ekki að gera neitt af þessu. He says, being humble means having an accurate picture of who you really are. Hann segir að vera auðmjúkur þýðir að vera með mjög nákvæma mynd af því hver þú raunverulega ert. And having an accurate perspective of yourself and your humanness makes it easier for you to forgive those who have hurt you. Og þegar við höfum mjög nákvæma sýn á okkur sjálf og mannleika okkar eða mennsku okkar, þá gerir það okkur auðveldara að fyrirgefa þeim sem hafa sært okkur. So if you are able to acknowledge and admit to your humanness with all its deficiencies, Svo ef að þú átt auðvelt með að líta á mennsku þína og alla þá galla sem því fylgir, then you're probably more likely to be forgiving towards others. þá ertu sennilega líklegri til þess að geta fyrirgefið öðrum. How do the humble people see themselves or see themselves in others? Hinir auðmjúku sjá sjálfa sig í öðrum. Humility not only allows you to see others as equal to yourself, but it also requires you to see yourself as equal to others. Auðmýkt, hún gerir þér ekki aðeins kleift að sjá aðra sem jafningja þína, heldur krefst hún þess einnig af þér að sjá sjálfan þig sem jafningja annara. So if you are a humble person, you do not have the need to elevate yourself above others, Þannig að þegar þú ert auðmjúkur þá þarftu ekki að hefja þig upp yfir aðra, but rather you will see yourself in others. heldur sérðu sjálfan þig í öðrum. This awareness paves the way for forgiveness to take place, for the one who wronged you is no longer so different from you. Og þessi meðvitund, hún greiðir götuna fyrir fyrirgefningunni, því að sá sem að gerði þér eitthvað ekki svo frábrugðinn þér. This is a bit difficult to admit. Þetta svolítið erfitt að viðurkenna, To admit that when someone has wronged us, well, we actually have more in common than... að þegar einhver hefur gert eitthvað okkar hlut, að þá eigum við svolítið margt sameiginlegt. And humble people recognize that under the right set or the wrong set of circumstances, they're quite capable of causing another person the kind of terrible hurt they themselves have experienced. Og auðmjúkir einstaklingar, þeir viðurkenna það að við réttar aðstæður eða rangar aðstæður, þá eru þeir alveg jafn hæfir eða líklegir til þess að valda öðrum manneskjum þeim hræðilega sársauka sem þeir sjálfur hafa upplifað. So this ability to sort of acknowledge the evil in oneself, Svo þessi eiginleiki að geta horfst í augu við ílskuna í sjálfum sér, how do we do on that? hvernig tökumst við á við það? What are the strengths? In what way are the humble people strong? Og hver styrkleiki hinna auðmjúku? They do not need to constantly prove themselves. Þeir þurfi ekki stöðulega að sanna sig. Humble people can be vulnerable and open with others. They have nothing to hide. Auðmjúkt fólk getur verið
eða sýnt veikleika sína og vera opnir gagnvart öðrum og þeir hafa ekkert að fela. They don't need to make me appear weak so they can look strong. Og þeir þurfi ekki að láta mig líta út fyrir að vera veikan svo að þeir séu sterkir. They feel safe to be around. Það öruggt að umgangast á. And I feel better about myself when I hang around them. Og mér líður betur með sjálfa mig þegar ég umgengst á. So I would say humble people, based on this, are people that is comfortable to be around. Svo samkvæmt þessu þá auðmjúkt fólk, það einstaklingar sem gott að umgangast. And I think that resonates well with my experience. Og ég held að það hljómi mjög vel, eigi sér samhljómi í minni reynslu. When you are with people who are open, who are vulnerable, and are not pretending to be more than they actually are. Að þegar þú ert með fólki sem opið og það sýnir veikleika sína og það ekki að þykjast vera neitt annað eða meira en það They are actually people who are very pleasant to be around. þá gott að umgangast það. So what you would say that humility is about acknowledging humanness. Og nú ætla ég að segja aðeins nokkur orð það að auðmýkt snýst það að viðurkenna mennsku sína. Humility is the ability to face your own fallible humanness and appreciate the humanness of others. Auðmýktin sá eiginleiki að horfast í augu við ófullkomleika mennsku sinnar og viðurkenna mennskuna í öðrum. It means that when you see weaknesses in others, you don't look down on them. Það þýðir að þegar þú sérð veikleika annara þá lítur ekki niður á þá. But you acknowledge, well, you are human as I am. Heldur viðurkennuru að þessi einstaklingur mennskur rétt eins og ég. It says humble people can see their own shortcomings, so they tend to be less demanding of others. Og auðmjúkir einstaklingar, þeir sjá veikleika sína, svo þeir hafa tilhneigingu til þess að krefjast minna af öðrum. When you realize and acknowledge, well, that I fail as a person at times, Þegar þú gerir grein fyrir og viðurkennir að þér hafa orðið á mistök, then you may be able to give other people more slack. Að þá kannski gefur öðru fólki aðeins meiri slaka. And to acknowledge that, well, they can also fail. Og horfast í augu við þá og viðurkenna að þeim geta líka orðið á mistök. Quote by Martin Luther King. Tilvitnun í Martin Luther King. He said, "There is some good in the worst of us and some evil in the best of us." Það eitthvað gott í þeim verstu okkar og einhver ílska í þeim bestu okkar. When we discover this, we are less prone to hate our enemies. Og þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, þá minni líkur á því að við hötum óvini okkar. We are more likely to be able to forgive Við líklegri til þess að geta fyrirgefið those when we encounter evil in or from others. þegar að við verðum fyrir ílsku eða sjáum ílskuna í fari annara eða í hegðun þeirra. There's a Swedish singer, Það sænskur söngvari, Swedish Iranian. Her name is Lale, is what she typically said, or her artist name. Hún sænsk-írönsk og heitir Lale. And in one of her songs, she says this. Og í einu laga hennar þá segir hún þetta. Says, "Don't compare the worst in them with the best in you." Ekki bera saman það versta í þeim við það besta í þér. Isn't that what we often do? Það ekki þetta sem við gerum svo oft? When we look at ourselves, we know what our values are. We know what we want to be like. Þegar við lítum á okkur sjálf, þá vitum við hvert gildismat okkar og vitum hvert við stefnum eða hvernig við viljum vera. And when we get into difficulties with others, En þegar við lendum í útistöðum við aðra, I think we often do this, that we take the perspective of the best things in ourselves. þá tökum við oft og lítum á
bestu hluti okkar, eiginleika okkar, but then what we see is the worst in others. en við lítum til þess versta í fari annara. And when we compare this, Og þegar við berum þetta svo saman, then we come out as superior, að þá komum við yfirleitt út með yfirhöndina. even though the truth may be very much that, well, we are no better than the others actually. Þó að sannleikurinn sé sá að við erum í engu betri. And maybe even we have faults, mistakes, sins in our lives that are far worse than what we are encountering in the other. Og jafnvel þegar við höfum galla, mistök eða syndir í okkar fari sem jafnvel margfalt verri heldur en hjá hinum. And she says, only love can change them, change us. Hún heldur áfram og segir aðeins kærleikurinn getur breytt þeim, breytt okkur. Another quote by Thomas à Kempis. Og hér önnur tilvitnun í Thomas à Kempis He wrote the book, The Imitation of Christ. sem skrifaði bókina The Imitation of Christ. He says, be not angry that you cannot make others as you wish them to be. Vert ekki, reiðstu því ekki að geta ekki gert aðra eins og þú vilt að þeir séu. Since you cannot make yourself as you wish to be. Þar sem þú getur ekki sjálfur breytt þér í það sem þú vilt vera. Oftentimes we are quite demanding towards others. Oft gerum við miklar kröfur á aðra. We expect them to live up to certain standards. Við ætlumst til þess að þeir lifi eftir ákveðnum gildum. But when we are truthful and honest towards ourselves, En þegar við erum heiðarleg og við okkur sjálf, we just have to acknowledge that oftentimes we actually don't live up to our own standards. að þá tekst okkur jafnvel ekki sjálfum að lifa samkvæmt eigin gildismati. Tibbets, he said, it's freeing to accept the fact that you're not perfect. Tibbets segir að það frelsandi að viðurkenna þá staðreynd að þú ert ekki fullkominn. To openly confess that you make mistakes. Að viðurkenna þá opinskátt og opinberlega að við gerum mistök. And then to be thankful that someone was gracious enough to forgive you. Og svo í kjölfarið vera þakklátt fyrir það að einhver var þér svo náðugur eða nægilega náðugur til að fyrirgefa þér. The fact is, it's much easier to forgive when you know you have been forgiven. Og staðreyndin svo að það miklu auðveldar að fyrirgefa þegar þú veist að þér hefur verið fyrirgefið. So to be able to acknowledge that I'm not perfect. Svo það að vera kleift að viðurkenna að maður sé ekki fullkominn. To experience that you can confess that and be open about that. Svo reynsla að geta játa það og vera opinskár með það. And then to experience that someone is gracious enough, loving enough to forgive. Og svo upplifa það að einhver þér nægilega náðugur til þess að fyrirgefa þér. I think this shouldn't just be our experience with others, it should also be our experience with God. Að þetta var ekki bara að vera reynsla okkar gagnvart öðrum, heldur líka reynsla okkar af Guði. Because if there's anyone who knows about the limitations of our humanness, Því að það einhver sem þekkir til takmarkana okkar sem manneskja, it is God, þá það Guð. and we don't need to hide it, we don't need to pretend differently. Og við þurfum ekkert að fela það, við þurfum ekki að látast neitt. So, but what we need to acknowledge it, Svo það sem við þurfum, það að horfast í augu við það, to confess it. játa það. He's not really expecting anything else, Hann ætlast ekki til neins annars, but he is there and he's willing to forgive us. en hann til staðar og hann tilbúinn að fyrirgefa okkur. So, why do humble people forgive? Svo hvers vegna fyrirgefur auðmjúkt fólk? Because they're keenly aware of their own need for forgiveness. Því að það mjög meðvitað þörf sína á fyrirgefningu. They view themselves as no higher or lower than others. Það lítur ekki á sig, hvorki meira né minna heldur en aðra. They accept that mistakes happen, that they are as likely to make mistakes as the next person, and that everyone's mistake requires correction and forgiveness. Það horfist í augu við að mistök eiga sér stað og þau jafn líkleg til þess að gera mistök eins og hver annar og að mistök allra þurfa leiðréttingu og fyrirgefningu. And humble people view disappointments as part of life, but they learn from life's lessons and move on. Og auðmjúkt fólk lítur á vonbrigði sem hluta lífsins,
en það lærir af reynslum lífsins og heldur áfram. So this was some reflections on humility. Svo þetta voru nokkrar hugsanir auðmýkt. Do you remember the other trait that can help us to be more forgiving? Munið eftir því hvað hitt atriði var sem getur hjálpað okkur að fyrirgefa meira. I mentioned two, humility and Ég nefndi tvennt, auðmýkt og it is late. klukkan var margt. We've been here a long time. Við erum búin að vera lengi að. I'm going to be compassionate with you. Ég ætla að sýna ykkur samkennd. Next one is empathy. Það er samkenndin. What is empathy? Hvað er samkennd? I think this is a good attempt at a definition. Ég held að þetta sé góð tilraun til að skilgreina það. By Alfred Adler. Og þarna vitnaði Alfred Adler. He said, empathy is seeing with the eyes of another, Samkenndin felst í því að horfa með augum annara, listening with the ears of another, hlusta með eyrum annara and feeling with the heart of another. og finna til með hjarta annara. It's the ability to put yourself into the position of the other person Þetta er eiginleikinn að geta sett sig í spor annara and to try to understand what does the world and the things feel like for that person. og reyna að skilja það hvernig veröldin og hlutir, hvernig fólk upplifir það og finnur fyrir því. And this usually it takes some intentionality. Og þetta krefst þess að maður ætli að gera það. We really have to actively think. Þú þarft að hugsa mjög virkt. To try to peel away sort of our own emotions and thoughts. Til að reyna að draga frá okkar eigin tilfinningar og hugsanir. And to sort of put ourselves into sort of what is life like for this person. Og reyna að setja sig í þau spor og hugsa hvernig er lífið hjá þessari mannesku eða fyrir þessari mannesku. I think to some extent we usually do this, we try this. To some extent we naturally do this. Að einhverju leyti þá er þetta okkur eðlislegt, við gerum þetta. The empathy is crucial to relational functioning. Samkenndin, hún er algjört grundvallaratriði í samböndum til þess að þau virki. I think oftentimes we could be even more deeper, more systematic, more intentional about really trying to move out of ourselves and to see things from the inside of the other. En ég held að stundum þá mættum við vera betri í því, svona aktíft að fara og setja okkur í spor annarra og reyna átt okkur á því hvað þau hugsa og hvað þau upplifa. The word empathy means to feel into, as opposed to sympathy, which means to feel with. Orðið samkennd eða empathy, það þýðir að finna inn í, sem er andstæðan við sympatíuna, sem þýðir að finna með. Empathy is the ability to comprehend someone else's situation without actually experiencing it. Og samkenndin, hún felst í þeim eiginleika að geta skilið stöðu annara án þess að vera raunverulega í henni. Some more, we feel into the experience by asking ourselves the question, how would I feel if I were in that person's situation? Við finnum inn í reynsluna annara með því að spyrja okkur spurningarinnar, hvernig myndi mér líða ef að ég væri í stöðu viðkomandi? Or typically suggest that, or better, we ask ourselves, what in my experience, my past life is similar to that experience, and what did I feel when I was going through it? Og jáfnvel betra, segir Tippett, þegar við spyrjum okkur sjálf, hvað í minni reynslu líkist þessari reynslu viðkomandi og hvernig leið mér þegar ég gekk í gegnum það? Our ability to be empathetic has something to do with our own past experiences and the way we have processed them. Eiginleiki okkar til samkenndar, hann byggir á því hvernig við höfum upplifað og hvaða reynslu við höfum gengið í gegnum og hvernig við höfum unnið úr henni. And even though the experiences are not exactly the same, still the feelings they can generate can be similar.
Og jafnvel þó reynslurnar sé ekki nákvæmlega eins, þá geta þau framkallað sambærilegar tilfinningar. And this way we are capable of being empathetic because we have all experienced feelings. Og hvað þetta varðar, þá getum við öll fundið til samkenndar því við höfum öll fundið til tilfinninga. If it's a feeling that goes with some kind of loss, Og ef þetta tilfinning sem tengist einhvers konar missi, it can be that our loss is different, þá kann það vel að vera að missirinn sé ólíkur, but there's still similarities between those en experiences. það eru samt líkindi milli þessara reynsluna. So, but he warns then, be careful, you should never say, I know exactly how you feel. En við skildum alltaf gæta okkur af því að segja aldrei, ég veit nákvæmlega hvernig þér líður. Because you can never know exactly what another person is feeling. Því þú getur aldrei vita með fullri vissu hvernig öðrum líður. Because the experiences are different, Því að reynslurnar eru ólíkar and you are different persons. og þeir eru ólíkir einstaklingar. So empathy is feeling into another person's experience rather than taking on his or her feeling. Svo samkenndin felst í því að finna til inn í aðra reynslu annars einstaklings frekar heldur en að taka við þeirra tilfinningu. He continues. He says you don't have to have exactly the same experience as another person in order to relate to him or her. Þú þarft ekki endilega að hafa nákvæmlega sömu reynslu eins og einhver annar einstaklingur til þess að geta sett í þeirra spor. The purpose of empathy is to understand what it would be like to experience what another person is going through. Tilgangur samkenndarinnar er að skilja hvernig það væri að upplifa reynslu sem eins og annar einstaklingur gengur í gegnum. And then understanding through empathy does not make a wrong action right. Og að skilja aðra með samkenndinni þýðir ekki eða gerir það ekki að verkum að röng hegðun sé gerð rétt. And I think this is very important. Og ég held að þetta sé mjög mikilvægt. Even though we are empathetic, even though we are understanding, or even though we are compassionate, Jafnvel þó við sýnum samkennd og skilning, that doesn't make whatever happened right or just. það gerir það ekki að verkum að allt sé þar með gert rétt eða réttlætanlegt. We can be understanding, yet still acknowledge and agree that what happened was very wrong. Við getum sýnt skilning en leið gerst okkur grein fyrir því að það sem átti sér stað var alveg rangt. He says also, never assume that you fully understand other people's circumstances. Aldrei gera ráð fyrir því að þú skiljir til fullnustu aðstæður annars fólks. Always ask for clarification, for information that can help you understand better. Spyrðu alltaf spurningar sem geta hjálpað þér að skilja betur. And even if you think you understand what the other person is feeling, experiencing, ask about it to see if you are on the right track. Og jafnvel þó að þú teljir þig skilja hvernig öðrum líður eða hvað þeir gangi í gegnum, þá getur þú spurt spurninga til þess að athuga hvort þú sést á réttri leið. And remember that they know their own life better than you do. Og mundu að þeir þekkja líf sitt betur en þú gerir. There will always be some aspect, some dimension of what they are experiencing, what they are feeling, thinking that you don't have access to. Það mun alltaf vera ákveðin hluti þeirra tilveru sem þú hefur ekki aðgang að og þú munt ekki þar alveg geta skilið til fullnustu. And you need to be humble and recognize that you are limited there. Og þú þarft að vera auðmjúkur og viðurkenna að þú ert takmarkaður á þessu leyti. So, in case we question whether or not we should forgive, Og spurningin hvort að við eigum að fyrirgefa eða ekki, then we know the Lord's Prayer. við þekkjum Faðir vorið. It says, forgive us our sins, for we also forgive everyone who sins against us. Fyrirgef oss vorar skuldir svo sem við og fyrirgefum þeir sem vorum skuldunautum. That's quite a strong statement. Þetta mjög sterk yfirlýsing. For we also forgive everyone who sins against us. Að við fyrirgefum skuldunautum okkar. Do we live up to that? Getum við lifa samkvæmt því?
How can we come to live up to that? Hvernig getum við lifa samkvæmt því? Einhverjir sem vilja leggja orðið belg? I'm sure God will forgive us if we don't always live up to that. Ég viss að Guð getur fyrirgefið okkur þó að við getum ekki alltaf lifað samkvæmt því. But again, this is the ideal. En þetta auðvitað staðallinn. This is what we should cultivate in our lives. Þetta það sem við eigum að rækta í lífi okkar. Do you have any reflections, questions? Einhverjar hugsanir, einhverjar vangaveltur í þessu ljósi? Sólveig, ert þú? Nei, að hann spurði bara á hvernig við getum gert þetta og bara alltaf ég segja með Guðs. Já, ertu með mikrofón? Það þarf að Nei, hann spurði á það hvernig við getum gert þetta að lifa upp, eða sem sagt að lifa samkvæmt þessu og ég ætlaði bara að segja með Guðs hjálp, getum við reynt að gera þetta? You're asking me for how we can live up to that and I'm just saying that with God's help that's how we can. Og mikill í bæn, en við langaði að spyrja, má spyrja? Yeah, I'd like to ask a question if that's all right. Sure. Svo þarf að tala fyrirgefningu og að fyrirgefa og We're always talking about kannski viljum við to forgive. biðjum við fyrirgefningu og einhver vill ekki fyrirgefa okkur Forgiveness and someone doesn't want og to svo forgive us. við eigum að fyrirgefa öllum, no matter what, And then we are supposed to forgive samkvæmt everybody. Guði, því að ef við fyrirgefum ekki, þá verður okkur ekki fyrirgefið, ekki We satt? will not be forgiven. Question. Yes. I think that when we're dealing with forgiveness, Ég held að þegar við erum að fjalla fyrirgefningu, we have to acknowledge and remember that we are never entitled to be forgiven. að þá þurfum við að hafa í huga að við höfum aldrei þau réttindi að okkur sé fyrirgefið. We can never demand forgiveness. Við getum aldrei krafist fyrirgefningar. Forgiveness is when the other decides to be gracious, to be compassionate. Fyrirgefningin þegar hinn aðilinn velur að vera náðugur og sína samkennd. But forgiveness is always undeserved. En fyrirgefningin alltaf óverðskulduð. I think because of that you can never criticize the other person if the other person is not willing to forgive because you are the offender. Því að í því ljósi þá getur þú aldrei gagnrýnt þann sem ekki fyrirgefur því að þú ert gerandinn. I think this is important, I think, in our context in church as Christians, also because we can make this a bit messy. Og ég held að þetta sé mjög mikilvægt að við höfum þetta í huga í þessu samhengi sem kirkjan því að við höfum tilhneigingu til þess að gera hlutina svolítið flókna. If we begin to demand forgiveness from someone before they are ready to give it, Þegar við förum að krefjast fyrirgefningar af hendi einhver sem ekki tilbúin til þess að veita hana. like forgiveness is something that you can ask for. Fyrirgefningin eitthvað sem þú getur beðið You can confess, you can repent, þú getur játað, þú getur iðrast, but still that doesn't make you entitled to the forgiveness. en það gerir ekki að verkum að þú rétt á fyrirgefningu. So I think that's very important that we are respectful to the one who has been offended. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við berum virðingu fyrir þeim sem að hefur verið brotið á. And yes, Já. allow that person to go through the process they need until they potentially can forgive. Og leyfa þeim einstaklinga að fara í gegnum það ferli sem að hann þarfnast til þess að hann sé kleift að fyrirgefa. En á hinn bóginn þá það samt þannig að við getum alltaf komist til Guð þó að fólk vilja ekki fyrirgefa Go to God, og við þurfum alltaf sjálf að fyrirgefa. and we always need to forgive ourselves. Yes, I think that yes, even if the other person is not forgiving you, God can forgive. Ég held að það sé alveg rétt að þó að hinn aðilinn geti ekki fyrirgefið þér, að þá getur Guð fyrirgefið. But again, it requires appropriate process on the side of the offender. En aftur, það krefst viðeigandi ferlis hjá gerandanum.
Ég var bara að hugsa þetta í því samhengi að I was just wondering, Guð segir að ef við fyrirgefum ekki, að þá verði okkur ekki if we don't fyrirgefið. forgive, we will not be forgiven. Ég er bara að hugsa svona praktíst, skilurðu, I'm just thinking it in a practical way. já, bara í samfélagi praktísk, fólk sem að In the community, in a kristið. practical way, people who are Christians. Þetta er kannski bara langt ferli eða Maybe it's just a ég long veit process. ekki. I don't know. Yeah, I think this is difficult. Ég held að þetta sé erfitt. Do you get the You, question? you understand my question? If God tells us we are supposed, or Yes. we will not be forgiven ourselves if we cannot forgive others, and I know we are not entitled to forgiveness, but it's a gracious act on the behalf of the offended, nei, hvað segir maður? The offended one? The offended one, and he maybe or she decides not to forgive. How are we going to work things out in a Christian community? Yes, do you have any good answers to that? Hafið þið einhver góð svör við þessum? Að biðja. Það er eina svarið sem ég hef, segir Sólveig. Luckily for you. Yes. Well, I don't know if we ought to read the text as that that it is always a precondition for us to be forgiven that we have forgiven everyone else. Ég veit ekki hvort við getum lesið textan svo beint að þetta sé alltaf forsenda þess að okkur sé fyrirgefið, að okkur sé mögulegt að fyrirgefa öðrum fyrst. I think this is something that is between God and the person. Þetta alltaf milli einstaklingsins og Guðs. And God and that person will have to work it out. Og Guð og þessi einstaklingur, þeir verða að finna út úr því. It's not for us to to put pressure, I think. Það ekki okkar að setja þrýstinga á neinn. But for sure we can try to be helpful and supportive. En ég held að við getum auðvitað verið hjálpleg og styðjandi. To help the offended to process the hurt, the pain and everything that has gone through with it. Til að hjálpa þolandanum að ganga í gegnum þetta og vinna úr sárindunum sem hafa skapast. In order to come to a point where they can leave it behind. Þannig að þau komist á þann stað að það sé hægt að skilja þetta, að leggja þetta til hliðar. But I think that we have to be respectful that can be sometimes a long process. En ég held að þurfum að bera virðingu fyrir því að þetta getur verið langt ferli. But we have to leave it in God's hands, I think. En við þurfum að leggja það í Guðs hendur. And let Him work with them and that we are supportive. Og láta hann vinna með þeim og við getum verið styðjandi. So, and we have to be forgiving towards people who do not forgive. En við þurfum líka að fyrirgefa og vera fyrirgefandi ykkar þeirra sem ekki geta fyrirgefið. So that we don't attack or criticize people just because they are not able to forgive as we think they should be. Bara því að þeir get ekki fyrirgefið eins og okkur finnst að þeir eigi að gera. Mikrofón. No, ok. Fleiri sem að vilja leggja orðið belg. Spurningar, vangaveltur. Mikrofón hérna til. Já, þetta dæmi sagði Jésu þetta þessi klassíska að hann fær fyrirgefi óheimli mikla upphæð en þetta farið fram á að þetta breyti líf hans þannig að hann sé tilbúin til þess að fyrirgefa þeim sem hann svo hittir á vegferð. Það þessi röð sem við erum að tala um. Mér finnst bara mjög sniðugt einu sinni heyrði ég svona mjög stutta skýringu á því hvað fyrirgefning og þetta
frá manni sem heitir Mark Gungur og svona hjónabandsráðgjafi, eða svona, hann svona fyndinn gaur, þegar þú googlar hann á YouTube, það er mjög fyndið og skemmtilegt að hlusta á hann. En hann vil meina að fyrirgefning mest það að loka munninum. Maður hættir að tala vandamálið, þó að tilfinningarna hverfa ekki, sko. Það svona, veldig gott að hugsa þetta þannig. Svona stutt og laggott. Short and to the point. I don't know if the psychiatrist has opinion on that. Ég veit ekki hvort að geðlæknar hafa skoðun á því. What do you think? Fleiri vangaveltur? Spurningar? It's okay to want to go home now. Það allt í lagi að langa til að fara heim núna. Thank you for coming. Takk fyrir komuna. Thank for the dialogue we've had. Takk fyrir samtalið sem við höfum átt. I hope this has been some thoughts for further reflection. Ég vona að þetta hafi vakið frekari hugsanir og svona eitthvað til þess að hugsa áfram. And I wish you all the best and God's blessings as you work to make the church in Iceland a nice place to be. Og ég óska ykkur allsins besta og blessana Guðs í því starfi ykkur að gera kirkjuna hér að góðum stað að vera á. Maybe I just thank you for